Nú stendur fyrir dyrum námskeiði brautargengi fyrir konur sem eru með góðar viðskiptahugmyndir. Það var nokkur 100 konur farið í gegnum þetta námskeið, en hvað er það nákvæmlega? Brautargengi er námskeið ætlað konum með viðskiptahugmynd. Námskeiðin er ætlað að hvetja konur út í rekstur. Einungis 25% þeirra sem standa í fyrirtækjarekstri er konur og okkar ráðuneyti, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, vill mjög gjarnan leggja þessari baráttulið að auka hlut kvenna inn í fyrirtækjarekstri. Af hverju er það mikilvægt? Já, það er mikilvægt. Það er þjóðhagslega hagkvæmt að konur taki þátt í atvinnulífinu af þessu marki, líkt og karlar. Konur nota tengslanetsi til dæmis allt annan hátt heldur en karlar og námskeiðin okkar er ætlað að vera hagnýt leiðbeining fyrir konur inn í þennan rekstur. Við konur erum miklu mýkri þegar að þessum málum kemur og við erum ekki jafn duglegar að ota tóta fyrir okkur sjálfar. Þetta er samt sem áður eitthvað sem er hægt vissulega að kenna konum. Hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið mjög vel. Nú erum við búin að kenna rúmlega 1100 konum sem hafa rutt brautina með okkur í þessu brautargengisnámskeiði og 55% þeirra hafa okkar rannsóknir sýnt þegar við erum að fylgja þessum konum eftir, eru í rekstri í dag, í fyrirtækjarekstri. 19% í viðbót eru að vinna eða þróa viðskiptahugmyndina sína. Stundum tekur þetta örlítinn tíma að komast að stað, en þetta er afskaplega góður árangur. Og svona væntingar þeirra kvenna sem að koma inn í námskeiðið hafa yfirleitt verið þær að námskeiðið nýtist nákvæmlega eins og það svo gerði. Þannig að við fögnum því. Hvaða væntingar hafa konur þegar að þær eru að fara á námskeið? Ég hugsa að þær hafi flestar þar væntingar að koma inn á námskeið þar sem þær geta fengið upplýsingar sem þær geta nýtt sér beint út. Ekki hlusta á kenningar, porters og markaðsfræði, eitthvað slíkt, heldur bara hands-on. Hvernig á ég að gera þessa hluti? Nú er ég með verslun eða ég er með hugmynd kaffihús. Hvað á ég að gera til að markaðsetja mig? Ég á ekki mikið af peningum, ég vil ekki taka mikið af lánum, svona hugsa við konur. Hvernig á ég að gera þetta? Hvernig virkar þetta fyrir mig? Júlía, þú ert ein af þeim sem fór á svona námskeið. Af hverju? Ég var semst bara langað að fara að byrja minn eigin rekstur og ég sá þarna eitthvað fyrir konur af því að mann langar stundum svona þægilega stundum að vera bara með konum og þetta bara var algjör snilld. Hvernig var þetta? Segðu mér. Þetta hjálpaði mér bara algjörlega að skilgreina hvað ég vildi gera, hvernig ég vildi að mitt fyrirtæki væri og hjálpaði og leiddi mig bara algjörlega þegar ég var akkurat komin á þann punkt að nú var ég að fara að byrja. Þannig ég gæti bara nýtt þetta skref fyrir skref í það að koma mér upp fyrirtæki. Á hvaða stað varstu stödd þegar þú fórst inn? Varstu búin að ákveða að þú ætlar að stofna fyrirtæki en þú vissir ekki hvernig þú ættir að fara að því? Akkurat svoleiðis. Ég var bara svona að byrja, ég var farin að vera með námskeið, ég var farin að smíða aðeins, ég var svona aðeins byrjuð, en ég vissi eiginlega ekki hvað ég að gera næst, hvernig á ég að halda áfram, hvernig á ég að, bókhaldið og allt þetta erfiða, bókhaldið, það er náttúrulega bara, maður sér það alveg hérna, þannig. En er ekki bara sér fólk í því að gera bókhald? Til að byrja með, þá sá ég alveg það sjálf, þegar það var ennþá lítið á nett og þá sá ég það sjálf og þau hjálpuðu mér alveg að þó að námskeiðið væri búið, þá var ekkert hjálpin búin, ég gæti alltaf að leita til þeirra, sem er svo frábært líka, ég gæti alltaf hringt, hæ, heyrðu, nú er ég að vandamáli, hann bara ekkert mál, komdu bara kíkta á mig. En er það kannski það sem að skilur þetta frá að þið eruð ekki að sleppa hendinni af fólki alveg strax? Ég hugsa allavega að það sé einn af þáttunum sem að gera námskeiðið okkar gott, að við myndum ákveðin tengsl. Okkar hópur, okkar gríðarlega þekkingabrunnur sem býr í nýsköpunarmiðstöð er til staðar fyrir þessa konur og námskeiðinu fylgir handleiðsla út í óendanlega í sjálfu sér. Þú byrjar og mótar hugmyndina hjá okkur, skrifar viðskiptaáætlun og ákveður hvernig þú ætlar að fara á stað. Svo getur þú í gegnum allt ferlið stöðugt verið að koma og fá aðstoð hjá okkur. Hvort sem að það snýr að skattamálum eða hvernig þú ætlar að markaðsetja fyrirtækið þitt eða hvað svo sem er. Öll þessi þekking er til inni í nýsköpunarmiðstöð? Já. Við erum auðvitað staðsett starfsmönnum all land en við hugsum okkar starfsemi þannig að landafræðina á ekki að skipta máli. Við þjónustum fólki gegnum síma og gegnum Skype og bara með hvaða úrræðum sem þarf og þykir og við óhyggaði leitum til sérfræðinga á því sviði sem ræðir og bara leiðum fólk saman.
Er þetta dýr þjónusta? Þjónustan er ókeypis. Námskeiði kostar þáttakendur 50.000 krónur. Auðvitað kostar það miklu meira heldur en það og það er kostnaður sem Nýsköpunarmiðstöð tekur. En öll þjónusta og öll handleiðsla, öll aðstoð er ókeypis og fólk getur alltaf komið og leita til okkar með hvað sem er á þess að þurfa að leggja út eina einustu krónu. En hugsun á bakvið það hlýtur þetta að vera að þetta sé þjóðhagslega hagkvæmt. Öðruvísi væri ekki að gera þetta eða hvað? Já, algjörlega. Við vitum það, rannsóknir sýna það að það er þjóðhagslega hagkvæmt. Er það svo að þessi mítæm að konur eins og þú varst að segja, Júlía, vilja ekki taka lán, standa konur í betri skilum í böngum heldur en kallar? Nú veit ég það ekki, ég get ekki svara því miður, en ég veit bara á þeirri reynslu sem að ég sé á þeim konum sem koma til okkar að þær eru varfærnari þegar kemur að því að skipuleggja sig, að þær taka yfirvegaðri ákvarðanir oft á tíðum. Það getur bæði verið gott og það getur líka verið slæmt. Oft þurfum við að bara svona íta að þú ert tilbúin, slepptu nóttökunum og bara farði af stað. Já. Var það sem þú fannst að hjálpaði þér? Já, mér fannst það algjörlega að maður var náttúrulega hræddur við þetta, þú veist, á ég að fara í þetta, það eru svo margir í kringum mann sem að hafa reynt eitthvað, maður veit að fólk segir þetta aldrei eftir að ganga upp hjá þér. Já, fékkstu mikið af úrtölaröddum? Já, það byrjaði að leið og ég ætlaði að vera gullsmiður, sko. Þannig að ég segi oft, já, ef ég myndi hlusta allar þessar neikvæðar raddir, þá væri ég bara, já. Einhver staðar annar staðar? Já. Myndið þú hvetja kynsystur þínar okkar til að koma á svona námskeið? Algjörlega, ekki spurning, þetta hjálpaði mér 100% og ég væri ekki á þeim stað í dag ef ég hefði ekki farið á þetta námskeið. Það er alveg bara 100%.